Við erum að gera eðlisfræðiverkefnið að mæla hljóðhraða og við ætlum að reikna það út með þessari jöfnu sem að þýðir hraði er jafnt og frequency eða tíðni sinnum bylgjulengd. Við finnum út tíðnina með tíðnimæli í símanum okkar með appi sem Ólafur er með sem mælir tíðni og gefur okkur eitthvað. Og svo mælum við bylgjulengdina með því að vita það að á gítar með því að vita það að lengdin á strengnum sinnum 2 er jafnt og bylgjulengdin sem hann býr til. Svo Úlfar fékk þá góða hugmynd að nota A3-blað til þess að mæla lengdina á gítarnum. Því við vitum að þessi lengd eru 42 cm. Þá getum við notað það til að mæla gítarinn alveg ágætlega nákvæmlega. Þannig 42 og svo aðrir 42 cm og svo er þetta cirka kannski svona þetta séu svona 4 cm kannski. Þannig að það eru 40 + 42, það eru 80 og 4 + 4, 88. Það er svona 2,5 eða 3. 3, ok. 87 cm, 87,5 cm. Við mældum að gítarstrengurinn hafði 82,4 Hz og að hann var 0,174 metrar að lengd. Þá getum við notað jöfnuna frequency sinnum bylgjulengd er sama sem velocity. Þá setjum við bara hérna inn fyrir og þá fáum við svarið 14,3 metrar á sekúndu sem er augljóslega alls ekki hljóðhraðinn við sirka 20 gráðu herbergið sem við vorum í. Við vitum að við gerum þetta vitlaust en við vorum bara að prófa, sjá hvort það myndi virka og það virkaði ekki. Já, þetta augljóslega virkaði ekki en það fengið út svarið 14,3 metrar á sekúndu. Bylgjulengdin hefði þurft að vera svona 3 til 4 metrar til þess að útreikningurinn hefði gengið upp. Við vitum náttúrulega ekki hvort að það að bara mæla lengdina á gítarstrengnum og tvöfaldana eins og Google sagði okkur að gera sé rétt. Þannig að það geti hafa verið vitlaust, en það er stundum gaman að fá vitlaust svar líka. Þá vitum við bara að þetta sé ekki rétt. Getum prófað það gaman.